Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beiguna betri stað. Unnur Ösp Stefánsdóttir, leikkona, leikstjóri og handritshöfundur. Velkomin í 24/7. Takk fyrir. Mjög gaman að fá þig og ég ætla bara að vinda mér strax í þetta. Botnaði þetta, leiklist Galdur. Galdur? Já. Hvers konar galdur? Já, ég held að hún geti breytt lífi fólks. Ég af slíkri ástríðu allavega að þetta getur verið bara svona hreinlega eins og svona andleg þerapía fyrir manneskjuna. Og þá er ég ekki að tala um manneskjuna á sviðinu, heldur þvert á móti áhorfendur. Ég, auðvitað erum við líka skemmtikraftar og þetta má alveg vera bara gaman og þú mátt fá fólk til að hlæja og svona, en þú getur líka haft alveg ótrúlega mikil jákvæð áhrif á svona andlega líðan fólks með því að leyfa þeim að hlæja, en svona kannski minn fókus er meira á þetta að bara svona krufla í alvörunni í sálarlífi fólk, sko, og að áhorfandinn geti komið á listaverk, hvort sem að leiksýning eða bíómynd og það gerist eitthvað innra með henni, þú veist, það hefur eitthvað raunverulega áhrif á sálarlífið og við erum alltaf að reyna að láta okkur líða betur, þú veist, við förum til sálfræðings eða við tökum pillur eða við förum út að hlaupa eða í sjóin eða eitthvað, en svona mín ástríða er að breyta samfélaginu í gegnum listina og listir og ég trúi því að því að ég hef bara lent í því sjálf sem áhorfandi, þú veist, bara sem úlingur þegar maður er á þessum mótunarárum þá bara hristir þetta bara rosalega upp í tilfinningalífum manns bara, þú veist, að fara og sjá söngleik eða eitthvað geggja leikrit með einhverju leikurum sem er að rífa sig í hjarta og maður bara, þetta fokkar alveg upp í manni, en svo kannski svona sem fullorðin manneskja þá getur þetta haft svona einhvern heilunarmátt held ég, þú veist, þú mætir einhverjum hliðum í sjálfið, þú triggerast, þetta er svona orð sem er kannski svo neikvætt í dag, en við í leikkursinu erum í raun og veru alltaf að triggera, af því við erum að reyna að hrista upp í tilfinningum fólks. Þetta á ekki að vera þægilegt að sitja þarna, sko. Þú átt að þurfa að mæta einhverju í sjálfu þér og takast á eitthvað í sjálfu þér. Og ég trúi því svona þerapista, þegar ég veit að þú ert í því öllu, sko, í sálfræðinni, að maður geti unnið svolítið í sjálfu sér, með sjálfu sér, skilur það þurfi ekki alltaf endilega samtala við einhvern annan, þú getur gert það stundum í gegnum bara upplifun og samtala við sjálfa þig, ég veit allavega að ég geri það, þú veist, ég fyrir aldrei sálfræðings en ég er líka bara að tala oft upp áttu sjálfa mig eða guð eða svona reyna að vinna í einhverjum hlutum í gegnum samtala við sjálfa mig og það gerist held ég þegar þú verður vitni af góðu listaverki. Þá áttu eitthvað samtal, djúpt samtal við sjálfa þig. Sem er kannski bæði getur verið meðvitaður og ómeðvitaður. Algjörlega ómeðvitaður líka, já, þetta er bara upplifun. Já. Ég meina þegar best tekst, þá breytum við samfélaginu með góðri list. Ég held að það sé ekki spurning, sko. Að því að við viljum öll vera vakandi, við viljum öll láta hafa áhrif á okkur. Og þess vegna erum við öll, þú veist, í símanum að, þú veist, skoða eitthvað og lesa eitthvað eða reyna, þú veist, afla okkur eitthvað upplýsinga, eigi samskiptum við fólk, þú veist, við viljum eitthvað láta hafa áhrif á okkur og í gegnum gott listaverk, það þarf ekki að vera leiksýning eða bíómynd, það getur líka verið málverk eða í talningum tónlistaverk, þá getur það bara hreinlega hreyft við einhverju innra með þér sem að fyllir líf þitt og gerir það betra, þú veist, það er svona bara svona eitthvað svona andleg vakning í gegnum það, í gegnum tilfinningalífið. Ég held að, þú veist, þetta sé einn eiginleiki sem er svona, af hverju fer leikhús eða bíó kannski, skilur, það er gaman. Já, það. Nei. Er það ekki eitthvað meira? Skilur? Nei, ég meina, ég held það. Og maður fann þetta rosalega áþreifanlega í COVID-inu. Það bara lokað allt, bara engin tónleikar og engar leiksýningar og jú, við gátum verið heima að horfa, en það er líka hluta af þessu, einhvers konar seremónia að vera með öðru fólki að upplifa. Þú veist, að því að allt í einu máttu við það ekki og það er svona það fannst mörgum mjög erfitt af því að það að vera í sama rými að upplifa eitthvað tilfinningalegt þetta er náttúrulega rosalega ýkt og áþreifanlegt á góðum tónleikum þú veist það sem að bara hjartslátturinn verður bara einn og allir eru saman bara og þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega fullnægjandi svona og gefandi hluti af lífinu og þetta er það sem list á að gera, það á að gefa okkur eitthvað og auðga líf okkur og bæta okkur við sko Ég sett það nokkuð sem ég átta með alltaf því eldri mikilvæg listar sko og
og ég örugglega segi þetta svona 5. skipti þáttunum en sem list gerir, hvað sem bara þú veist, leiksýninga það málverk eða bók eða eitthvað svoleiðis, það tekur manni í burtu þegar maður getur ekki farið neitt. Já, einmitt. Hversu mikilvægt það basically? Einmitt. Og en þegar þið eru þú ert að skapa leikrit, bara eins og Vert Úlfur, það er náttúrulega saga sem er líka búin að gerast, en þú ert að skapa leikrit, hugsar þá, já, ég ætla að reyna að ná þessum tilfinningum fram hjá áhorfendunum, þú veist. Já, það er náttúrulega bara, þú veist, svo auðvitað listafólk ólíkt og sumir hafa meiri áhuga á svona abstrakt hlutum, intellektual hlutum, að hafa til þess vitræna. Ég hef bara miklu meiri áhuga á tilfinningalega hlutanum á þessu og þessari heilunni gegnum tilfinningalífið og hafa áhrif. Þú veist, ég er bara dramasökker og sæki sjálf í svoleiðis listaverk og ég man bara las bókina síðustu Unnsteinssonar 2015 og hún bara, þú veist, bara hristi rosalega upp í mér og auðvitað var það sem ég vildi gera með sýningunum. Mér fannst þetta bara mikilvæg, áhrifarík, sterk saga sem skipti máli en svo svona þegar maður fer að reyna að koma því í annað form að því að bókmenntir eru svo magnaðar að þetta gerist allt í haustum á þér. Þú veist, þar fær þú að vera eitthvað skonar með höfundur eða þú veist, sköpunin á sér stað frá bók yfir í þitt ímyndunarafl, hvernig fólki er, hvernig situasjónin lítur út og á sér stað. En ég þarf einhvern veginn að koma bók yfir í leikgerð og þá þarf ég að vita svona allavega hvaða tilfinningu ég reyna að ná í. Og ég hugsaði mitt bara rússíbani, þú veist, tilfinningalegu rússíbani og ég hugsaði manju-depressív sýning, mjög entertaining og aðgengileg og rosalega svona afhjúpandi, óþægileg sýning sem krefur þig bara að horfast í augu við sjálfa þig og bara engin afsláttur. Mér langaði að fara svolítið svona alla leið með þetta af því að mér fannst hugrekki Héðinn svo ótrúlegt að setja þetta fram af slíku listfengi eins og hann gerir í bókinni og svona innsæi náttúrulega bara á sína líðan en svo líka er hún svo innblásandi. Mér fannst það eiginlega svona krafturinn í bókin ekki bara hvað þetta er magna og sorglegt og spennandi og eitthvað, það heldur aðalega fannst mér þetta bara svona upprisu saga og mér langaði að leggja áherslu á það. Ég kannski reyndi að fara ennþá lengra með það, eða þú veist, ég svona bý til eitthvað drama sem er ekki alveg sami rammo í bókinni þótt þetta sé allt auðvitað hans saga. Þú veist, við hittumst mikið og rættum málin og hann veitti mér aðgang á alls konar efni og sögum og dóti sem er ekki endilega beint í bókinni og svo byrjaði ég bara að reyna að fletta þetta saman. Og já, mér langaði bara að þetta yrði svona innblástur spomba fyrir áhorfendur á það bara að vilja lifa. Þú veist, það er náttúrulega setningin í lokin, ég lifi og þér munu lifa, að við göngum öll í gegnum djúpadali, eitthvað tímann á æfinni. Það er ekkit bara hvort út með einhverja greiningu og einhverjum geðsjúkdóm eða ekki. Við lendum öll í áföllum og langar ekki fram úr rúminu. En inntakið í bókinni og sýningunum finnst mér vera, þetta er allt þess virði. Þú veist, ég lifi og þér munu lifa, Mér fannst þetta bara magnaður boðskapur. Og sem að ég vona að komi á einhvern átt yfir í sýningunni að þetta er auðvitað svona stormasum saga og mjög sorglega á köflum en það sem er svo brjálæðislega flott við Héðinn er að hann er inspíreraður með þetta allt. Hann er stoltur af þessari lífsreynslu og þetta er bara það sem gerir hann að því sem hann er. Og magnaður karakter sem er þarna og ég fæ að búa til heila leiksýningu í kringum en svo þurfti ég náttúrulega líka sem leikstjóra ekki síður en höfundur leikgerðar að finna svona alla sympatísku punktana af því að við verðum alltaf sem áhorfendur að hafa áhuga á persónunni af ýmsum ólíkum ástæðum, ekki bara því hún er klár eða orkumikil eða svona hins einn. Þannig að ég hef reyndi kannski að draga fram svona þær hliðar meira í leiksýningunni og það ger ég í gegnum svona söguna í kringum mömmuna og svona þessar sympatíu hliðar sem að við tengjum öll við, þú veist, sem eru svona kannski okkar svona vulnerable hliðar, samband okkar við mæður okkar og svona og ég gerði það líka í sýningunni í gegnum þessar svona kannski fínlegu tilfinningar móðurinnar í gegnum það til þess að fá bara Emiliano Torrini, þú veist, ég hugsaði hann alltaf sem svona hvernlegu orkuna í sýninguna því ég er auðvitað bara með eitt leikara sem er karlmaður og ég þurfti eitthvað svona ofsalega svona mikla mýkt á móti Bjössa og það kom mjög sterkt yfir til mér stemma að fá Emilianu
sem einhvers konar, já, svona kvennorku. Þannig að hún verður svolítið svona ábyrrandi í sýningunni, hennar innkoma og laglína og bara tilfinning og hún mamman og hún allar konur heimsins, sko, og svona kvennorkan í henni líka, sko. Svona ég móti janginu. Já, algjörlega, af því að hann svo mikill strákur, sko. En ég bara tek undir þessu orða því ég fekk miðið á þeirra sýninguna. Já. Ég fór á hana og var bara, þú veist, með galopin augun allan tíman og bara var upplega alls konar tilfinningar innra með mér, sko. Maður tengdi svo við þessa samanlegu upplifun, hvort sem að var bara erfiðleikar eða örvænting eða, þú veist, að vera alveg bara þvílít peppaður eða alls konar svona og ég sagði þetta held ég héðin líka, ég fór eftir sýningu fór ég heim, pantaði bókina heimkaup og miklu dýri heldur en fæst í búð, þú myndi koma 8 daginn eftir, fór svo klukkan þú veist, 11, það var ekki 8 af dyrabjöldinni bara, hvað gerði ég eftir? Já, það var að panta bókina. Klára hann síðan bara 2-3 tímum, skilur mig. Að mér fannst þetta svo mikið, sko, einmitt þetta redemption líka element í henni, sem við tengjum öll svo mikið við. Já, einmitt. Ég vil langa að spyrja þig, varandi út af því að þú varst að leikstýra þessu og varst að svona búa þetta til, þetta leikrit. Já. Og síðan annar náttúrulega að vera að leika, þú ert náttúrulega mikið að leika líka og ég veltaði fyrir mig því ég sá þig einhvers að skrifa að þú ert að leika að sýna eða vera hlutverkið og svolítið munurinn á því, er það þá svolítið að leyfa sér að fara inn í karakterinn eða hvernig? Já, einmitt, þetta einhvern veginn, þetta ótrúlega skrítið starf og heillandi og erfitt og sturlað og maður ennþá einhvern veginn alltaf bara að analýsera þetta í hverja einustu sýningu sem maður tekur þátt í, af því að þetta mjög svona afhjúpandi fyrir mann og í raun og veru ætti maður að vera bara í sálfræði þerapíu stöðut með þessu starfi, af því maður gengur mjög nærri sér, maður gerir það. Starfið krefur mann það að þú ert að vinna með þitt eigið tilfinningalíf. En samt get ég einhvern veginn ekki verið að tæta mig upp alla daga og vera í einhverju þerapíu á sviðinu. Ég vil það ekki, en ég vil samt ekki gefa neitt afslátt á því að vera sönni mitt, ekki sína, heldur vera. Þú veist, ég trúi því, en það tekur á og það bara, þú veist, maður ennþá að reyna að átta sig á því hvernig maður á að geta þetta. Ég geng oft mjög nærri mér, sko, í þessu starfi og ég ennþá bara að reyna að finna útrúð, sko, með mörkin. Af því að þetta gengur svo mikið, og sem áhugavert í þessari umræðu mörk og markaleysi í dag, bara í öllum samskiptum. Okkar starf gengur rosalega mikið út á að þenja eigin mörk. Þú veist, þú ert að leyfa öðrum persónum að fara í gegnum þitt tilfinningalíf. Og það náttúrulega bara ótrúlega óhugnanlegt þegar maður er í leiklistaskóla að byrja að vinna með það bara, og allir fara í rosa svona sjálfskoðun að fara að vinna með sinn sársök og sín áföll til að geta þetta, því að þú þarft einhvern veginn að fara inn í bara svona þinn innsta kjarna og leyfa persónum að fara þangað, lána þitt tilfinningalíf og sjálfa þig án þess að fokka þér algjörlega upp fyrir lífstíð, sko. En það bara áskorun og það bara erfitt og ég leiki svona eitthvað svona fáránlega erfið hlutverk eins og í Elsku barni fyrir nokkur mánu þá leiki móður sem drepur 2 börnin sín, skilur mig, maður hefur bara farið á svona mjög óhugulega staði og þá var maður bara off í hálft ár, sko, bara, þú veist, ég gæti ekki komið nálægt manninu mínum og þú veist, maður fer bara án þess að ég sé eitthvað, ég alls ekkert í eitthvað svona method neinu, sko, ég lifi bara mjög svona jarðbundu heilbrigðu frekar svona óspennandi lífi í grunninn til að geta þetta, en maður fer á þessa staði, maður gerir það, maður fer inn í myrkrið, sko, og það bara, já, það bara ógeðslega erfitt, en það líka mjög gefandi á okkur undarlegan hátt, og ég sem leikari, þú veist, fæ útrás fyrir það á sviðinu, þú veist, Bjössi fær svo útrás fyrir þetta allt í Úlfinum, en það var nýtt fyrir mig þótt ég alveg skrifað það, það hefði ekki verið svona kannski alveg bara svona einað leikstýra verki eftir eigin leikgerð, þú veist, þetta var svona kannski í fyrsta skipti sem að ég ein að skrifa útkomuna, þú veist, auðvitað byggt á bók annars manns, en ég náttúrulega var að skrifa Fanga með stóru teimi fólks og svona, en það var svolítið skrítið fannst mér að fá ekki svona þessa útrás sem leikarinn vanur að fá, þannig að þetta var ný reynsla fyrir mig og ég, og bara pínu erfitt, sko, eða þú veist, ég var alveg bara og eiginlega ennþá, Bjössi ennþá að leika þetta, sko,
á sviði Þjóðleikhússins og ég ennþá svona alltaf þegar að sína svona, kemst í smá uppnám sko, af því að ég einhvern veginn með honum hana, en samt ég ekki hana, að ég fattar það, því ég miklu vanari að vinna sem leikari og leyfa tilfinningunum að fá hvernig útrás, en núna ég eitthvað svona skapari yfir þessu og fæ einhvern veginn, finn tilfinningunum ekki alveg farveg, þannig að þú veist, það var svona pínu nýtt fyrir mig og svona svolítið erfitt sko, að því að ég beitti sömu tekni, ég gekk mjög nærri mér þegar ég var að skrifa, þú veist, ég hlusta á músík allan tíma þegar ég var að skrifa eins og ég gerir sem leikari, ég nota mjög mikið músík sem að einmitt svona örvar mig tilfinningarlega, eitthvað tónlist sem skiptir mig máli og svona og ég gerði það líka þegar ég var að skrifa þetta og þannig að ég svona rann saman við Héðinn svolítið sko í þessu og fór bara mjög svona djúpt inn í hans sársauka og svona til að gefa ekki þennan afslátt sem að ég trúi því að við megum aldrei verið í eitthvað svona vopnahléi í listum, við verðum einhvern veginn að fara á svo óþægilegu staði en að mörguleiti þetta bara mjög skilt, þú veist, þetta bara sköpunarferli og sköpunarferli maníu-depressíft í eðli sínu, maður bara einn daginn bara, þú veist, bara það alltaf gerast og I'm the king of the world, ég bara með þetta, svo næsta dag ertu bara, þú veist upp í rúmi bara grenjandi eitthvað, þú veist, ég veit að ég ekki að gera lítið úr fólki sem lendir í alvöru í vandræðum og veikindum með svona maníu-depressjón, en ég held að það sé ástæðan fyrir ég hafði áhuga að segja sögu Héðinn, sko, að þú veist að mínar sveiflur eru kannski aðeins minni, þú veist, hann meira hér, þú veist, þegar hann hefur lent í sínu sveiflum, en ég meira innan einhvers ramma, en þetta eru svona sveiflur og það eru raunverulegar og þess vegna fannst mér líka svo margt í sögunni bara og ógeðslega margir sem segja bara þetta bara mig þessi saga sé þessi mig og mér finnst það segja svo ótrúlega margt mannlegt eðli því að við erum alltaf að stimpla okkur í einhverjum sjúkdóma vætum veruleika og að lifja og greina á meðan að okkur langaði rosalega mikið mér Björns og Héðinni að segja sögu af því hvað getur verið erfitt að vera manneskja skilurðu og þess vegna tengdir þú, fattar það mig? Já, bara algjörlega við tengjum líka rosalega mikið við sko sköpunarferli varandi bara að skrifa bók einn daginn bara þetta gjössalega geggjað og líka bara sem maður gerir í lífinu kannski síðan annan daginn maður bara enginn eftir að lesa þetta er það ekki magnað? Gera þetta allt og bara þú veist tilkvæmsir að þessu ég veit það og maður verður bara einhvern veginn að geta dvalið með sjálfur sér eins og sálfræðingar segja bara þú staðfesta líðan sko stundum bara erfitt að vera manneski og stundum bara óslega gaman og það er sannlega búið að reyna okkur núna í þessu COVID-i þú veist það er búið að taka alls konar svona afþreyingu frá okkur og svona félagslega tengsl og maður er eitthvað heima hjá sér bara fastur þú veist það er búið að reyna á okkur og það hefur verið mjög krefjandi en svona maður hefur kannski bara lært það að í grunninn gengur þetta rosalega mikið út á að geta dvalið með sjálfur sér skilur mig, er það ekki hamingjan að geta bara verið með sjálfur sér sko. þurfu ekki alltaf að sækja í allt hitt eða ít ykkur frá sér eða fara detta í það eða fara í síman eða þú veist að vera alltaf einhvern veginn að þurfa eitthvað svona örfun eða afþreyingu eða hvað sem eitri verðlaun eða eitri viðkynningu þarna var maður allir bara einn heima, þú veist ekki einn ég er náttúrulega með stóra fjölskyldu en þú veist það var nýtt perspektíf, nýtt sjónarhorn sem var óslega áhugavert, fannst það ekki? Jú, algjörlega og bara mjög áhugavert sko. Ég velti líka fyrir mér sko að þú talar að þetta væri bara nátengt leiklist og sálfræði basically, að þú ferð inn í örgulega svo mikla mannlega vitt sem þroskar mann mikið sko, ferð á eitthvað dýpi sem margir fara ekkert á þú skoðar bort móðið sem eru 2 börnin og þú veist, og þú kynnist kannski öllum eiginleikum tilverunar, öllum tilfinningum tilverunar og eins og þú talar sko að leiklist snýst annað fólk en ekki þig basically, ánum að byrja samtalið og mér finnst það svolítið áhugavert út frá því að þú veist ég har talað sko að maður þekkja til dæmis bara sína svona skuggaljar Karl Jung talaði það og ég veit ekki hvort þú þekkir til hans og mér finnst þetta einmitt, er þetta ekki svolítið leið til þess, ég gæti alveg verið þessi manneskja, rétt eins og einhver annars og ég er ekki þessi fullkomna góða manneskja sem ég er 100%, ég meina ég er þróskur og ég gerir stundum einhver mistök og ég er stundum óöruggur og stundum er ég bara svona ákveðin eða þú veist og ef ég myndi ekki beisla það þá kannski gæti það dottið í eitthvað, þú veist, eitthvað sem væri slæmt fyrir mig og kannski líf annar eða eitthvað af því að fólk hugsa oft sko þegar það setur sér í aðstæður í Auschwitz til dæmis bara er ég
og þá setur fólk sig alltaf í stöðu fangars en af hverju ekki fanga varðans? Það nú aldeilis fræg rannsókn sem kom upp það er ekki svo einfalt en það líka, við lifum á svo púritönskum tímum núna, þú veist, þú átt bara að vera góður eða vondur og þetta MeToo-dæmi svona mjög afhjúpandi með það, þú veist bara annarkvort, þú veist bara góð manneskja eða bara nauðgari, eða þú veist, það er einhvern veginn engin millivegur. Allt eða ekkert á meðan að við höfum öll myrkar hliðar í okkur ég meina við höfum auðvitað svona ríka samvisku og svona, þú veist, sumir eru bara alveg siðblindir en þetta auðvitað það sem er úslega juicy og spennandi og skeri við leiklistina að þú þarft að fara og rannsaka þessar skuggahliðar á sjálfu þér líka, þú veist, þú bara ferð inn í svona myrkustu hliðar sálarlífs manneskjunar en líka allt hitt, sko, svo ertu líka bara stundum í söngleik og það er bara gett gaman og bara í chemistry og bara ótrúlega, þetta getur verið alveg ótrúlega bara svona skemmtileg útrás en svo stundum bara þetta ógeðslega erfitt og gengum við nærrið þess að segja í alvörunni og ég er eiginlega bara nýbyrjuð og sálfræðingi sem er fáránlegt sko að ég er búin að vera í 20 ári í sem bransa að maður ætti í alvörunni, þú veist, leikarinn er eins og hús, þú veist, það er alltaf bara eitthvað fólk að flytja inn og flytja út og flytja inn og stundum er bara vondar manneskjur og skiljum mig og bara grimmar manneskjur og það er bara, getur bara tekið ótrúlega mikið á sko og kannski sérstaklega ef maður hefur áhuga á því að fara svona langt í því þú veist, svo er þetta leikara með mismunandi tækni sko og er ekkert verið leikar fyrir vikið, þú veist, þú getur alveg ekki gengið svona rosalega nærriðir en verið alveg bara brilljant á sviði en þetta er einhvern veginn það sem ég hef haft áhuga á og þess vegna er ógeðslega skrítið að koma stundum heim, þú veist, leikið dúkkuheimilinu með Hilmisnæ og við áttum svona ótrúlegt uppgjör bara, þú veist, 40 mínútna uppgjör í þriðaþætti sem var bara grátuð og öskrað og ofbeldi og ég veit ekki hvað gerist ekki og maður kom heim eins og undir tuska bara og fekk sér popp og sódavatn og bara, og einhvers staðar hefur farið í gegnum einhverju lífsreynslu samt ekki, þú varst að leika þetta en skilur, ég rífst alltaf svona manni minn ég hef bara aldrei átt í svona uppgjör við neina mannisku eins og ég á í þarna, þú veist, 4 sinnum í viku á sviði leikhússins þannig að og ég hef líka pælt í þessu sem móðir ég hef verið ólétt að leika ég hef verið ólétt að drepa fólk með byssu þú veist, og ég hef alveg pælt í þessu öllu, hvaða áhrif hefur þetta á tilfinningarlíf mitt og ég tala ekki bassis í maganum mínum að því ég kemst í uppnám þú veist, ég græti alvörun á sviðinu þú veist, þetta er auðvitað svolítið áhugavert fyrir sálfræði, áhuga fólk og sálfræði fagfólk að hversu nær okkur eru við að ganga þú veist, ég finnst þetta mjög áhugavert með að vera óléttur af því að það tala alls konar hlutir geta haft áhrif á fóstur þegar þú ert gengur með barnið, þú veist, eftir ykkur ógeðslega storma sem er ofbeldissambandi, þú veist, þá ert alltaf einhvern veginn, þá er kerfið þetta allt í herpingi, en ég meina sem leikari þá ferða alla leið í alls konar svona á óþægilega staði, tilfinningarlega og ég hafði áhyggjur af þessu, sko, ég skal alveg viðurkenna það, ég var ólétt á mínu fyrsta barni og var alltaf endaði eitthvað leikari að skjóta 5 manns á sviðinu og bara eitthvað með kúluna bara, og ég hugsaði bara, hvað þetta hafi haft einhver slæm áhrif þú veist, á taugakerfi fóstusins, þú veist, kannski er þetta alveg galið, en ég meina bara, þú veist, hvað er raunverulegt og hvað er sannleikur? Þetta er ótrúlega áhugavert. Hvar liggur þessi mörk? Ef ég er hágrátandi á sviðinu og upplifa eitthvað og ég fer alveg heim og þetta var ekki raunverulegt, en ég meina það er alveg þekkt, þú veist, í leiklist, þú verður bara ástfangin óvart á mótleikaraðinum, þú veist, það er hluta af þessu, þú ert bara að virkja tilfinningar sem eru bara einhver kemistri tilfinning til að geta farið á hann hættulega stað fyrir áhorfendur og svo áttu bara að fara heim og bara, þetta er maðurinn minn, eða skilur þannig að mér finnst þetta bara alveg ótrúlega áhugavert, sko, og spennandi, þú veist, hvar liggja þessi mörk í hvar ert þú sjálfur og hvar ert að leika og ég meina, þú sér bara, þú veist, bestu leikara sem að horfir á í bíómyndum þér finnst þér ekki vera að leika þess vegna finnst þér góði leikara, þú horfir bara Sean Penn bara, hann er ekki að leika þetta, eða þú veist ég tala ekki Meryl Streep en þú veist, þau verða bara að öðru fólki og það er áskorunin einhvern veginn að hleypa allir þessari lífsreynslu sem þú færð í gegnum að vera leikari í gegnum þig án þess að það fokkið er upp, þú veist, reyna að þroskast að því, verða vonandi einhvers staðar betri manneskja, fá perspektíf á alls konar hluti, að því að svo er þetta eins og endurmenntun, í hverju einasta hlutverki þarf þetta að setja þig algjörlega inn í þann heim
þú veist, ég er náttúrulega bara, þú veist, ég er náttúrulega búin að stúdera svo mikið núna, þú veist, allt í kringum þessi geðlæknisfræði og bara heilbrigðiskerfi og allt og bara náttúrulega ótrúlega innblástur frá hérna og svona, bara að læra ótrúlega margt, þetta er bara eins og maður sé í stöðu á háskólanum, það er ótrúlega gaman, en svo stundum er það ekki alveg gaman eins og að það er að drepa börnin sín og fara að lesa konur sem sittin í fangilsi og horfa fullt á efni konur sem sittin í fangilsi fyrir að myrt börnin sín, þetta er ekkert gaman sko, þetta er bara hrikalega aðgangshart og erfitt, en maður fer þangað, þú veist, til að vita hvernig maður getur og hvernig maður á að reyna að túlka manneskjuna. Þannig að, já, þetta er svona mjög svona passionate starf sko. Ég er mjög mikla ástrið fyrir því sem ég er að gera. Mér líður aldrei eiginlega eins og ég sé í vinnu, skilur mig. Samt vinn ég mjög mikið. En það er, þú veist, ótrúlega eftirsóknarvert að vera í þannig starfi. Algjörlega, sem líður eins og bara ég passa mig líka kalla, eitthvað sem mér er svipaður sko, ég passa mig að kalla myndi ekki vinnu sko. Nei. Ég segi oft þetta sé köllun eða smá dramatísk en þú veist, nei, í rauninni kannski bara hætti að segja þessi smá dramatísk og er það bara nei, maður á að standa með því sko maður má alveg vera dramatískur mér fannst erfitt að kalla mig listamann í svona 15 ár nú bara kallaði mig allstað listamann þú veist, jú, ég meina, hvað er þetta? Ég vinn við listir þú vinnur við það sem þú elskar það er köllun, skilurðu en maður er svona, og líka bara eftir sem maður eldist fer maður aðeins minna að pæli alltaf hvað öðrum finnst, skilurðu það er svona það sem að mér hefur fundið svona kannski áskorunin í gegnum það að reyna að vera bara almennileg manneskja og líða vel og svona það er svona kannski svona tvennt það er annars vegar að dæmi ekki fólk þú veist, sem að maður gerir ógeðslega mikið ómeðvitað þú veist, að reyna einhvern veginn að sjá bara ljósið í öllum það er auðvelt að segja þetta, en þú veist, ég upplifði þetta bara í úlfinum ég fór að sjá bara svona þetta var svona næstu því svo trúarlega upplifun sko, því að við fengum svo mikil viðbröð og þá fær maður ótrúlega mikið fólk sem að vill segja sér frá sínum sársauka eða sínum áföllum og maður fær bara svona meiri skilning á mannlega eðli að við erum öll einhvern veginn af einhverja ástæðu þetta er alltaf bara jobbið þitt, þú veist af hverju hagar þessi manneskja sér svona, af hverju á hún í erfiðum samskiptum, akkur lendur hún út í horni allstað sem kemur, hvað er það? Það er rosalega auðvelt að segja bara að því að hún er fáviti eða hann er fáviti og bara ákveða bara þú veist, en áskorunin er að bara eins og við tölum í leikritinu að sjá bara litla drengin, litlu stúlkuna á baku þessa mannesku, þú veist, við erum öll bara með sögur sem eru misdramatískar og missásökufullar og leið og við förum einhvern veginn að reyna að rækta ákveðin kærleika með okkur og sjá svona ljósið í öllum í kringum okkur, þá líður okkur miklu betur. Er það ekki bara regla, þú veist, þegar fíflónu fyrir að fjölga í kringum hann, þá þarf maður eitthvað að skoða þeir sjálfur sér. Bara fífli sjálfur? Já, nei, ég meina, þú veist, vá, ég hef verið þar sko. Já, en bara... er það ekki eins og við talar með þessa samkennd og samhygð og allt þetta? Já. Það geta sett sér í spór annar, að væntanlega leiklist bara einn besti plattform fyrir það. Gengur út það. Og það væntanlega, því það er svo mikið svona eins og til allt eða ekkert, eða svart eða hvítt, ég myndi séð allt þetta. Ég held að ef flesti myndi skella sér í, allir myndi fara upp á leiklista og byrja að leika, þá myndi örugglega tölur betri heim sko. Já, þetta er náttúrulega mikil svona sjálfskoðun og sjálfsvinna og svona þjálfun í umburðarlendi, rosalega mikil vinna með samkennd, setja sig í spór annara, það er það sem starf mitt gengur út á sem leikari sko. Ég náttúrulega bara er alltaf að setja mig í spór annara og bara svo verða sú manneskja. Þannig að ég er ekki að segja að allir leikar séu ofsalega góða manneskjur, guð mig góður, það, þú veist, en jú, þetta er mikil, þetta er svona terapist nám og svo er maður alltaf í þessar endurmenntun sem ég er að tala en svo er þetta bara lífið flókið og sumir bara, þú veist, fá ekki að gera eða, og sumir bara lendi í ykkur lífsins og verða bara fullir að gremju og þú veist, það er alveg auðvelt að sitja hérna og segja bara, maður er bara að sjá ljósið í fólki, en mér fannst ég læra það allavega á þessum sístu 2 árum, bara út af mörgum ástæðum, ekkert bara út af úlfinum, líka út af heimsfaraldri, tala ekki núna, þú veist, tríst ástand, þú veist, maður er alltaf bara að fá svona nýtt perspektíf á heiminn og þá verður maður eitthvað svo mikið peð, sko, þú veist, og þá það er svona ræktar æðruleysi í manni sem að við þurfum öll að gera meira af og vera minna í egónu og svona meira í því það er tvennt, sko, sem að mist vera það sem ég er að vinna með núna, sko, það er þetta dæmi ekki og reyna að skilja, sína skilning og hitt er að vera ekki samaburði og það er svo tengt egónu, sko þú veist, við viljum verða svo mikið afreksfólk og allir sjá hvað er mikið afreksfólk og allt þetta og fá þess að ytri viðkynningu og allt það, en við erum í raun og veru, þú veist, það er engin
já, við erum bara öll svo ólík og það eina sem skiptir máli að þú setur fást við eitthvað sem veit er hamingju og þú hefur ástríð fyrir en við leið og þú fer að bera það saman við hinn, já, betur, hún er gengur betur eða hann er búin á meiri árangur eða þá ertu komin í einhvers konar eins og sálfræðingarnir tala rof, sko. Þú veist, þá ertu í rofi frá sjálfu þér og þetta er náttúrulega hræðilegt plattform þessi samfélagsmiðlar fyrir þetta. Það sem þú ert alltaf einhvern veginn að skoða hvað hinn að gera. Við vorum ekkert svona mikið af því, skilurðu. Þess vegna held ég að vanlíðan sé svolítið að aukast. Ég held að einhverjar rannsóknir eru núna því miður að sýna að ungu fólki líður verr en fyrir 10 árum og fyrir 20 árum. Og ég held að sé ótrúlega mikið þetta, þessi samanburður. Algjörlega og líka, hvað sjáu það samskiptamönnum vanlega bara bjartasta eiginleika tilveru þínar, sko. Já. Þú veist. Já. Þú veist, þegar einhver setur á sér vanlega einhver afrek, eða þetta er einhver hýtingar, eða þetta eru ég með efast að einhverju vaxtarækta kappar sér að láta inn af sér myndband af lægstu lóðunum, sko. Það er bara mestu lóðun. Þannig að við sjáum svo mikið skekta mynd af tilverunni sem er jákvætt skekt og þú veist, það er enginn hérna bara sem tekur hérna að mynda sér upp í rúmi og er búin að horfa á 10 Netflix-þætti og gráta allan daginn, sko. Þú veist, það er enginn, við sjáum það ekkert. Og eins og sammála líka af því að, sko, samanburður þjóðu gleðinar, eins og hann Rósalind sagði. Af því að það er líka, sko, þú veist, maður getur, sama hversu góður maður verður í einhverju, það er alltaf einhver sem er að horfa betur en þú einhverju. Sama hversu góður í crossfiti út að fara, það er alltaf katetennar sem er að fara rústa þér, þú veist, sama hversu góður söngvari og ert þá í Freyr Dósanlega alltaf að fara betur en þú og allt þetta skilur mig. Og líka, þú veist, þegar við berum okkur saman við manneskjur, það er taka bara eitt svið lífsins hjá þeirri manneskju og bera við sama svið hjá okkur. Og þegar okkur líður eins og það sé betra heldur en staðan eins og við á, þá fyrir að flokka okkur aftur. Hann er betur en ég er ömurlegur. Nei, ok. Og í öðru lagi, eins og einhver vill vera eins og frægum manneskja, skilur, sem bara frægð, bara bera mig saman einhverja frægum mannesku. Ok, þú vilt vera svo manneskja af því hún er fræg, en hvernig líður henni? Þú veist, á hún einhverja traustvekjandi vini að? Er hún með einhverju áhugamál? Elskar hún það sem hún er að gera? Þú veist, það er miklu meira enn í myndinni sem við sjáum ekki. En heilin okkar tekur ekki eftir því við erum bara að bera okkur saman við fræðina. Þannig að viltu virkilega vera þessi einstaklingur sem meina bara, sem einhver frægur einstaklingur sem bara lendir í bílslýsi eða eitthvað og út að hann keyrði fullur. Ertu vissum og vilji vera þessi manneskja? Þannig að þú veist, það er svo margt annað enn í myndinni, svo margir leiki sem við getum spilað. Þú veist, einn leikur er bara getur verið samskiptamönnur, annar leikur er bara, þú veist, að vera kennari, að vera pípulærningamaður, að vera leikari, að vera sálfræðingur, að vera, þú veist, þetta er allt saman nokkur leikir inn í einu leik sem heitir starfsvettvangur. Síðan erum við bara með andlega heilsu og líkamlega heilsu og við erum með áhugamál og við erum með vini og allt svona. Þannig að það sem ég er að koma inn á hana út af þessu randi er að það er svo ósangjandi að bera sig saman við aðra af því að þú hefur ekki alltaf í myndina. Það er bara ólógist í raun og veru. Bara algjörlega ólógist, það meikar engan sens. Það er alveg rétt. Og oft er talað með þeim meiri sem velgengni verður í fólki, þeim starri verður hólan að fylla, sko. Pældi því. Já. Og þú veist, ég tengi alveg bara smá við þetta. Eða þú veist, mér finnst eiginlega bara svona eftir því sem gengur betri á mér, þá gerir maður bara algjörlega óraunhæfar kröfur til sjálfa sín. Og ég er alltaf einhvern veginn bara, þú veist, finnst ekkert vera nóg. Þú veist, þetta er bara mjög mannlegt. Þetta heitir náttúrulega líka bara metnaður. Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona ego, þetta er líka bara metnaður en auðvitað, þú veist, ef eitthvað gengur upp þá vill maður auðvitað ekki að næsta verkefni gangi verr. Nei. Er það ekki bara svona eðlileg framvinda í ferli, en næsta verkefni gengur alls ekkert alltaf betur, sko, bara eiginlega sjaldnast, sko. Þannig að þú þarft bara að vera sjálfu þér nægur í raun og veru. Þetta sem ég var að tala um, að geta dvalið með sjálfu sér. Að það er aðalmálið og auðvitað að vera góður og aðra manneskjur og sína, þú veist, góð samskipti og það allt saman. Algjörlega. En já, þetta er snúið líf. Ég held líka að líf og er ekki zero-sum game, það geta allir unnið, sko. Þú veist, þrátt fyrir einhver annan á árangri, þá getur þú alveg að svala þinni metna og þörfi í einhver öðru, sko. Eða, þú veist, í sambarilu. Auðvitað. Þannig að mér finnst þetta svona að bara bera sér sama þessi sjálfan eða ekki. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalskt kaffi, hylki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar.
Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búinn að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta er svo allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þau eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvaða bók hefur átt mest áhrif á þig og hvað lærið á henni? Já, ég held að sé nú leitin að tilgangi lífsins. Já, Viktor E. Frankl, geðlæknirinn. Ég áður talaði með textar talandi perspektív sko, sem er þessi austríski geðlæknir sem að fer í útrýmingabúðir nasista og skrifar bókina í kjölfari sem eins konar bara, þerapíu og bara, þú náttúrulega veist örugglega hvað ég er að tala. Nei, það er þetta með sigur mannsandan og hvað er að vera frjáls, sko. Þú veist, þú getur verið í erfiðustu kringumstæðum heimsins, en þú hefur alltaf þetta val hvernig þú ætlar að taka því. Og hann var að tala bara þetta leið og þú missir í raun og veru lífsviljan eða viljan til að leita hamingjunar eða lifa af, skilurðu, þá ertu búin að vera og það er þetta yfirfæra, þetta er náttúrulega ekstríma aðstæður þegar hann lendir í útrýmingabúðum nasista það sem er tekin frá hann bara, þú veist bara allt sem heitir sjálfsvirðing og það er tekin frá hann matur og reisn og bara allt, en hann náði einhvern veginn að finna tilgangi gegnum að hjálpa öðrum og það einhvern veginn var nóg dræf fyrir hann að komast í gegnum þessa lífsreynslu og lifa það af og læra af því, sko. Það er þetta yfirfæra þetta yfir á öll áföll, þú veist, þú getur bara, þú veist, konar dömpar þér og upplifir bara höfnun og þú getur bara farið bara niður í kjallar og sjálfsorkun og þú hefur ekki að lifa fyrir, en það er þetta með að finna þér leið til að sjá bara birtuna frekar en myrkrið, þetta er í raun og veru bara birtan og myrkrið, eða ekki? Hvort að glasið er hálffullt eða hálftómt, sko. Og já, þetta var svona mjög inspirerandi saga af manni í ekstrím aðstæðum sem að mér fannst auðvelt að yfirfæra yfir á allt sem við getum gengið í gegnum. Bara missi, skilnað, öll okkar áföll, sko. Að þú getur aldrei tekið, og þetta er þessi klísja sko, það er ekki hvað þú lendir í, heldur hvernig þú vinnir úr því, sko. Það er það sem að skilgreinur okkur svolítið svona, þú veist, hvernig við komumst út úr sársökunum. Það er ekki áfallið, það er hvernig þú einhvern veginn tæklar það. Og þetta er alltaf einhverju svona frasar eins og er bara áfall fyrir mér eru sko ekkert bara eitthvað svona, þú veist, þú hlættir í áfall og svo bara smá saman jafnar þig á tímanum eins og er oft talað að missa eitthvað, svo bara lærur að lifa með því, því að það er ekki með þannig finnst mér finnst það meira að vera eins og spírall áfallin er eins og spírall, þú veist, svo verður eitthvað skárra, en svo getur alltaf þú veist, það kemur líka einhver þroski með því þannig að þú getur alltaf dottið aftur niður í einhverja vanlíðan, en þú veist já, þú ert ekki alveg samur eftir það. Verður maður ekki einmitt að reyna að líta á það sem ef maður er að reyna að vera Pollyanna, þú veist, að þú tekur út eitthvað þroska sem þú annars hefðir ekki fengið, þú veist. Finn eitthvað tilgang í áfallinu, sko, og sársökunum. Verður maður ekki alltaf að gera það? Jú, einhver merking eða tilgang sem maður setur í. Það sem, jú, klálega, og það er náttúrulega svona talað það sem 7. stig sorgar, basically. Það er að finna einhverja merking úr því, þú veist, og það er basically, þú veist, það sem Viktor Frankl var að tala með, þú veist, það er aldrei hægt að
taka frá fólki hvernig það kýsa bregðast við aðstæðum. Einmitt. Og mér finnst það svona fyrsti lærdómurinn, lærdómur 2 var bara hvað mikilvægt að hafa tilgang og einhvern vilja að lifa eins og alltaf að gefa út þessar sálfræði með það og hitta fjölskyldunum sinna og eitthvað svona. Já. Og þú veist, þeir sem mistu tilgangið voru þeir sem vonuðust til að komast út í jólin og allir sem vonuðust til að komast út sem kom í jólin og dói ógeðslega margir, þeir mistu bara vonuna. Hægt að hlakka til jólana. Já, og síðan sem ég tók eftir líka að í miðjum þjálningunni þá alveg hægt að líta á fegurðina og að hlæja og jafnvel upplifa einhverjar jákvæðar tilfinningar innan gæsalappa af því hann þeir passuðu sig á því að vera grínasreglulega á milli og þeir sá einhverja fugla og bara wow og það með það líka held ég þessi litlu augnablik sem geta alveg gefa hana heilmikið í erfiðleikum Þetta bara allt svo afstætt og maður fattar kannski ekki fyrir maður lendir í einhverjum svona alvöru áföllum sem allir náttúrulega lendir í einhvern tíma á lífsleiðinni sumir vonandi seinni hlutanar þú veist en margir bara í bernsku að þú verður einhvern veginn að bara reyna að virkja þakklæti og byrtuna þú veist, það áskorun en þú getur fundið hann allstaðar mér finnst alltaf svona svolítið svona dæmi segja þegar ég var úlingur, þú veist, ég hafði alltaf áhuga á eitthvað svona svolítið svona sem var kannski svona aðeins öðruvísi í samfélaginu og ég fór og vann með fötluðustu börnum á Íslandi á Lyngási með menntaskóla, öll sumrin og það var svo mikið áfall að koma þetta fyrst, þú veist, þetta er bara börn sem mörg lifi ekki lengur undir 10 ára eða 15 ára og þú veist, maður vissi bara alltaf af þessum heimi. Þetta er dagvistun fyrir bara, svona fötluð börn og svo fötluðustu börn sem að til eru, sem að liggja bara, þú veist, út af og sum hver geta ekkert tjáð sig, eru jafnvel blind líka, þú veist, þetta er bara svona algjörlega martraðkjant þegar maður er ekki vanur í og þarna meiri segja, þú veist, gat maður einhvern veginn, maður vissi ekki einu sinni hvort að þau heyrði í manni eða hvort maður var í alvöru sambandi en bara með eitthvað svona örvandi dóti eins og boltalandi og alls konar svona skynjunar dóti sem þarna inn í stofunum, þar gat maður kalla fram, þú veist, hlátur og gleði hjá svona krökkum. Þetta var mjög svona mind-blowing og ég byrjaði að vinna þarna og þetta var náttúrulega erfitt en alveg ótrúlega gefandi og einmitt af því að ég gati einhvern veginn smá sem hann fundi leið til að finna einhverja tengingu við krakkana og gera eitthvað bara gott yfir daginn fyrir þau að því mörg þjáðust bara mjög mikið líkamlega líka og þú veist, einhvern veginn bara náðum til að bara hætta að gráta til dæmis, var bara ákveðin sigur og svo svona þegar ég var búin að vera þarna í einhverja vikur þá komu mamma og amma í heimsókn og það var talað perspektív, þú veist og þá, mér er svo merkilegt, maður getur vanist öllu að þær komið þarna í heimsókn til mín og ég fór með þær inn á eina deildina og þær bara fengu algjört áfall og bara grétu með ekkasóm og bara hrökklust út og ég var bara eitthvað, þú veist, þetta er bara svona og þau, þú veist, eiga sínar frábæri stundir og eitthvað að setja þetta í samhengi og þá fattaði ég bara, vá, mér leið svona fyrir nokkrum vikum, en hér er ég búin að aðlagast einhverju ástandi eins og við gerum líka í áföllum, þótt þetta væri ekki ég beinti áfalli, en þannig er ég bara í aðstæðum þar sem að ég reyni að byrja að virka bara alltaf jákvæða sem ég get séð þarna það var ekki auðveldu vinnustæðu en ég þarna fekk ég perspektífi bara já, ég er búin að aðlagast þessu, venjast þessu og er að reyna að gefa eitthvað að mér á hverjum degi og meðan þeim fannst það bara óhugsandi þú veist, þú ert að tala hana bara að hlæja í útrýmingabúðum þú veist, við einhvern veginn, við höfum eitthvað svona undarlega stillingu í sjálfsbjargar viðleitni að geta lifa allan anskotan af þú veist, sjáðu bara núna í Úkraínu stelpunni sem fóru að syngja Frozen í neðanjara berginu, ég veit ekki hvort þú sást það þú veist, sem er núna bara komið til Póllands og er að hjálpa einhverjum risasöfnunum, þú veist, þarna er bara fólk í algjörri neyð, þú veist, og stelpan byrja eitthvað að syngja og allir fara að taka hana upp og allt í einu er allir bara grátandi og gleði og klappa og allir bara ótrúlega hamingju sem er í einhverju mómenti bara sem er skelfilegt, þú veist, og þarna sprengja húsinu ofan að þeim. Þannig að, já, þú veist, ég meina þetta er auðvitað hrikalega áskorun að verða fyrir svona alvöru áföllum eins og Viktor hann lendir í, en við höfum alltaf, þú veist, mannskepna er svo mögnuð, við höfum þetta vala að finna einhvern veginn leiðina út úr sásökunum og hann gerir það þarna með þessu dræfi að vilja hjálpa, vilja einhvern veginn hugsa bara þessi lífsreynsla getur hjálpað öðrum og hann er alltaf geðlæknir þannig að hann tekur það allar leið og bara kemur út með kenningar og gefur út bók í kjölfarið en ég meina sjá bara Héðinn, þú veist, hvað Héðinn gerir með sinn sásöka, hann er bara núna er hann að margfallast í einhvers konar heilun fyrir einhverju aðra
og það er magna þegar maður þegar maður finnur sársaukanum eitthvað farveg sko. Finnur innblástur í erfiðleikunum. Það er eiginlega áskorunin að því að við lendum öll í áföllum. Og við erum eins og segja, við erum miklu þrautsarar við höldum, basically. Og ég tala um ferlilega sem varst að vinna. Er þetta ekki svolítið ferli? Fyrst er þetta bara, sjokk, þú veist, og einhverjar sásauki og eitthvað svona. Og síðan aðlagaðistu og síðan getur þú farið að sjá, skilur það bjarta kannski við það. Já, ég meina, svo er ég á mjög marga vini sem eru læknar. Og eitt besti vin minn, Trausti Öskursson, Indi, hann er barnakrabbameinslæknir. Og þú veist, hann var að doktorera mitt í því bara nýlega. Og þú veist, ég skil náttúrulega ekki sko, þú veist, hvernig þú getur í þessum aðstæðum gefið af þér, en það er alveg svo mamma og amma skildi ekki hvernig ég gat unni með þessum krökkum, þú veist að svo velst fólk oft í þessi jobb sko, og það verður eitthvað norm og það er, þú veist það gefur þér eitthvað að þú getur gefið eitthvað af þér og hann til dæmis sagði eitthvað við mig, það er svo ótrúlega mörg börn sem lifa af, það er svo mörg börn sem að eiga vonum bata, það er hans dræfi í að vilja hjálpa þeim, skilurðu og þannig í þessu tilfelli mínu bara að sjá þessa krakka í þessum aðstæðum brosa og hlæja, þóttu það bara gerst einu sinni viku, þú veist, getur þú ímyndaðir hvað það gefur manni mikið og setur náttúrulega all líf, alla framtímans í samhengi sko, að kynast þessu sem úlingur, svo var ég í Laugardalshöllinu á rocktónleikum, þú veist, 17 ára og ég var alltaf með þau með mér sko, skilurðu mig, þetta er eitthvað svona þroski að fara og kynnast eitthvað sem er svona erfitt og krefjandi og sársökafullt eins og margt fólk er bara gangi í gegnum á hverjum degi, þú veist við fáum ólík spil á hendurnar sko þannig að þetta er, þú veist það er margir leikara sem vinna, eða þú veist fara á eitthvað svona stað sem ungar manneskjur áður fara að starfa í leiklist, það er mjög margir sem hafa unnið á geðdeildum eða ykkur tengdu svona mannlega eðli eða einmitt með föllum verið liðveislur, stuðningsfulltrúar unnið í Reykjadal ég held að þetta sé allt hluta því sama og örugglega margir sálfræðinemar og líka og læknanemar þetta er allt bara áhugi á mannlega eðli ég var að hlusta á leiðinni og horfði aðeins að skoða podcastið, ég er nú alveg slatti hlusta ég hlusta á ERP sko, hann er svo skemmtilegur það er alveg magna hann var að tala um viðskiptafræðingarna sko, þú veist að bara hvað það er tilgangslaust til sálfræðingunum og geðlæknunum með þetta svona skemmtilegt samhengi sko bara að patti mitt myndi vilja fara í viðskiptafræði nei, en það er þetta sko ég finnst bróður minn í viðskiptafræði þú veist, og er hagfræðingur og viðskiptafræðingur og er bara á kafi í business sko og sér einhverja sköpun í því sko en fyrir mig er þessi svona mannlegi hluti heillar mig miklu meira sko og sjá svona og líka bara ótrúlega mikið í listum er náttúrulega rosalega mikil samvinna við annað fólk þú veist, samskipti og samvinna og það getur náttúrulega verið svo ótrúlega gefandi upp til hópa frábært fólk sko Þetta er, maður talar oft sko, eiginlega þess að eiga við framtíðar áskorunir, það sé samvinna, samskipti, sköpun, þú veist, og gagnrýnin hugsun, og er ekki bara sem leiklistin, heldur bara allt þetta. Jú. Það er ofta í djóki, sko, þú veist, ferðin námsstráðargjafi í mentó og bara, mér langar svolítið, þú veist, ég var alveg áhuga læknisfræði, en svo ég líka áhuga sálfræði, svo þú veist, það er gaman að vera kennari, þú veist, ég náttúrulega er þetta allt sem leikari, þú veist, ég þarf að leika lækni og kennari og sálfræði og geðlækni og allt saman, þannig að jú, það er ef þú veist ekki hvað það er að gera þá farið í leiklist En hvað sagður áðan með svo flott setning með sársaukan, hver þarf að finna sín leið í sársaukanum, sagður það? Ég man ekki hvað sagði ég hlusta á eftir þáttinn og ritaði niður hjá mér Hvað helst einu sinni að væri satt sem þú ert öðru máli í dag er eitthvað sem þú ert að aflæra? Góð spurning Já, það er kannski að lífið veri auðvelt heldur maður það ekki svona til að byrja með maður er svo sjálfhverfur þú veist sem ung manneskja og sem úlingur þú veist þá er þetta snýst þetta bara allum stráki sem þú ert skotin í sko og bara þú veist en
svo bara þegar maður fara eignast börn, þú veist, það hafa allir svo gott að því, það talað sko klúbbin sko, fyrir og eftir eiga börn, þú veist, það rosalega lífsreynsla að fara að bera ábyrgð á annarri mannsku, þau eru búin að hafa alltaf sjálfa þig til að hugsa sko. Já, það verða bara flækjustvegin meiri og ég ekki að segja ef eitthvað mann haldi að lífið alveg auðvelt, en svona með árunum auðvitað læri maður að þetta sem ég að tala að reyna að lifa með sásökunum og áskorunum og erfileikunum en það getur samt alveg verið alveg ótrúlega skemmtilegt líf, þú veist og það kannski það sem að ég svona þakklátust fyrir að fengi í vöggugjöf, það svona ákveðið léttlindi bara, þú veist og svona húmor fyrir aðstæðum og lífinu að já, þú veist, lífi getur verið bara alveg ógeðslega erfitt og ósangjart og þú veist, maður bara sér fólk á maður segir aldrei og yngra að vera veikjast og deyja frá börnunum sínum og allt þetta þú veist, maður svona alltaf bara smá saman að átta sig betur og betur á því hvað þetta furðulegt fyrirbæri bara, þetta líf sko og það kannski hægt að segja, það eitthvað sem að kom mér á óvart og ég byrjaði kannski að já, það gerist eiginlega bara með svona börnunum svona flækjustigi fyrir að aukast, maður fyrir að halda öllum þessum boltum bara þetta snýst ekki bara þig, bara alls ekki bara alls ekki og þá ætlaði ég eignast öll þessi börn, þú veist, akkur lífið svona flóki, auðvitað þetta alltaf alveg rosa gjafir og svona, en já, það kannski komið svolítið á óvart, hvað allt einu Emma bara eitthvað, þú veist, ég er 45 ára og allt einu eins og maður lánsamur, þá það svona mikið flækjustif í lífi nútíma mannesku. Algjörlega, sérstaklega finnum maður fyrir líka bara, þú veist, líka þegar maður eldist, það verður maður fer ósvarlega að þurfa að taka meiri ábyrgð og þá fara að geyna alls konar spurningar á mann og þá þarf maður að velta allir þessum boltum fyrir sér og þá verður lífið svona flóknara. Já, ég meina, það er svo mikil ábyrgð, það er þetta. Ábyrgðin, já. Já, ábyrgðin, þú veist, á 4 börnum, þú veist, ég er búin að vera með sama mann í 25 ár, þú veist, ég er alveg frjáls, en ég er samt ekki frjáls, eða skilur við tölum svolítið þetta, ég byrja sig, hvað er frelsi, þú veist, hvað er að vera frjáls manneskja, ég meina, við erum einhvern veginn svona svolítið hlekkjuðu öll lánin okkar, þú veist, nútíma manneskja getur ekki keypt sér hús nema að vera, þú veist, skuldafullt af peningum og svo það, þú veist, öll ábyrðin á öllu sem þú þarft að muna með börnin þín og klúra því ekki, reyna líka að halda upp einhverjum karrír, þú veist, og elda alltaf í matinn okkur í kvöldi, þú veist, það sem gerist sko, eftir því sem maður eldist og fjölskyldna stekkar og svona, þú veist, þá verða einhvern veginn að verður einhverju leiti tilbreyting að minna líf en að öðru leiti miklu innihaldsríkara líf skilurðu mig, þú veist, þetta oft svona kemur vinnu klukkan 3 einhvern tíma gat maður bara þú getur þetta en þá held ég hvað ég gera, þá ég fyrir sund eða, þú veist, ég get þetta ekki, þú veist þannig mér svolítið svona umhugað þessa frelsishugmynd, þú veist, hvað að vera frjáls mér finnst ég alveg ótrúlega frjáls manneskja en ég ber ábyrgð á rosalega mörgu öðru en sjálfur mér, skilurðu? Það er svolítið skrítið. Og það verður svona svolítið svona hlutaði líka eftir því maður fyrir að detta inn á svona meðaldra krísu aldurinn, þú veist, þegar maður fer allt inn og horfist í augu við dauðleika sinn, sko. Þá verður þessar spurningar alltaf svolítið djúsi, sko. Og hvað, þú veist, oftið talað að, sko, hvað er frelsi án ábyrgðar? Já. Það er rauninni bara stjórnleysi. Já. Einmitt. Þú veist, en þetta góð spurning, hvað er frelsi? Er maður frjáls? Já. Hvað er að vera frjáls? Hvað er að vera frjáls? Ég veit það ekki, við erum alltaf að leita að einmitt, svona hamingjan og frelsið, þessi svona andlega vegferð fólks, þú veist, það er oft líka að leita einhvers konar frelsi hugans, eitthvað, ég veit það ekki. En svo þegar maður ber ábyrgð svona miklu á mörgu, þá hefur maður minni tíma fyrir sjálfa sig, skilurðu mig, og þessari leit bara, hvað er að vera frjáls og hamingjusamur og, þú veist, ég leyfi mér að fara í jóga og ég leyfi mér að lesa og svona, en það er alltaf minni, eða þú veist, það hefur verið svona minni svigrúm fyrir það einhvern veginn, finnst mér eftir því sem að ábyrgðin verður meiri og verkefnin stærri og karrýrin stærri og allt þetta. Þannig að, já, það er bara rosalega kunst að vera nútíma manneskja. Maðurinn mér segir alltaf að við höfum að henda símanum út um gluggann. Já, minna það gæti verið einlegin. Já, það er rosa margir að detti ykkur svona kulnun og sérstaklega konur. Og það er svo stutt síðan að konur voru ekki út á atvinnumarkaðnum. Við gleymum því, sko. Já, mjög stutt. Það er svo fáránlega stutt síðan og hann, Björn Hjálmarsson talar svolítið um þetta. Þú veist hvað börnin eru stödd í dag, sko, ég er mikill aðdáandi hans
þú veist, við vorum öll bara einhvern veginn saman á heimilu og afarnir og mömmurnar alltaf heima og kallandi fóru kannski út og færðu Björg í bú. Í dag fjölskyldumynstri allt öðruvísi, sko. Þú veist, það konurnar allar út á atvinnumarkanum, afarnir og ömmurnar einhverju blokk annars þar í bænum, þú veist, börnin þú veist, með þessi tæki, þennan stöðu og samaburði við alla hina, þú veist, þetta bara flækjustegin hafa allt sem á einfalda líf okkar hefur flæktað svolítið. Já. Það ekki? Það var eitthvað sem sagði í leikhúsinu daginn, þú veist, í gamla dag drukkum við brennivín, þú veist, til að deyfa okkur, nú það bara þetta. Svo föttuð við okkur í tímapunkti að við höfum ekki að drekka allt þetta brennivín. Þú veist, nú erum við kannski aðeins minna að drekka brennivín en við erum öll bara í annars konar vímu, sko. Bara, þú veist, ég man bara fyrir svona 10 árum fór ég á Tate í London og það voru símannir ekki svona rosalega stór hluti af lífi okkar og ég fór inn í einhvern sal og það voru alltaf asjubúin sem sátu með síma, þá voru þeir komast í samband, sko, voru að hlaða símana og sátu allir í símanum og ég held þetta væri innsetning, ég held þetta væri listaverk, ég bara, wow, áhugavert, nei, þá var þetta bara lífið, sko, þá var það að komast á þennan stað að við vorum öll bara plögguð í einhvern heim, þú veist, að skoða annara manna líf í staðan fyrir að vera með okkur sjálfum og að upplifa. Ég gjörsamlega segum þetta sjálf, sko. Já. Ég meina bara fyrir 2 árum fór ég aldrei með símann upp í rúm. Mér fannst það fáránleg hugmynd. Þegar Gísli Örn vinur minn sagði bara, já, ég náttúrulega bara fyrsta sem ég ger alltaf að kíkja á símann. Hann sagði þetta við mér fyrir svona 5 árum. Ég hugsaði bara, vá, steikt. Svo núna ég bara, fyrsta sem ég ger að kíkja á símann. Hvað að manni? Við erum einhvern veginn bara svona sofandi feðarósi. Já, sem kemur nú það að þú veist að geta verið sindið með sjálfum sér, sko. Já. Við getum ekki sildið með sjálfum okkur að leiðist eða upplifað ákveðið, við þurfum alltaf að ná það og það síminn sem við skal bara dópa um system. Já, algjörlega. Og ertu fyrir mig, sko, eins og með hraði líka á þessu samfélagi, hraður og allra keppast stöðu og ég ætla að ná að afreika þetta og allt svona. Og núna alltaf bæði kall og kona á vinnumarkaðnum og kallinn ekki að taka viktina á móti heima og hvað gerist þá fyrir börnin og þá hvað gerist þá fyrir leikskólanum, hvað gerist þá fyrir, þetta bara rosalegt. Rosa mikið, sko. Já. Þannig og þessi tækni sem á að gera einfalda lífið raunin að flækja lífið. Já. Þú segir, mér finnst það svo góð setning, sko. Já, nei, hún bara mjög mikið að flækja. Þetta þú veist, auðvitað að sækja sér upplýsingar og svona, en ég finn að ég á erfiðara með að lesa heila bók, sko. Já. Finnur það ekki? Ég fann að hlusta meira og bara, þú veist, að nota tíman í einhverju slökun í leiðinu og þú veist, maður er alltaf eitthvað merksjúöll moment bara, maður getur ekki slaka á. Nýbúin að prófa svona jóka nýtra, það geðvegt, sko. Það bara liggur og bara gerir ekki neitt. Það mikil áskorun fyrir mann, sko. En þá fer ég í raun og veru í svona hugleiðslu ástand sem ég hef einhvern veginn ekki komist í, að því að ég hef einhvern veginn ekki erið í mér, ég er svona pínu svona örgjaði manneskja, sko. En já, einmitt. En ég sammála með þess að sagði áðan, sko, ég tengi alveg við þetta, maður var með svona barnalega naív sýn á heiminn, sko. Já. Svona ekki meðvitaður kannski það illa og ekki meðvitaður bara hætturnar við að vera á lífi og bara þjáninguna sem fylgir að vera á lífi af því að ég sé ofta að lífið sé bara þjáning eins og þú talaður að bara þú verður vonbrigðum og þú verður ekki margt mjóninum og þú ert eldast og fólki í kringum er eldast og þau eru að deyja og þá steyr þú og þetta er bara þjáning, sko. Og börnin eftir að þjást og það er bara hluta lífið. Já, hann er sko og við finnst það, þú veist, það er alveg góð forsend til að fara eftir, sko. Þetta er bara þjáning. Þetta er þjáning. Já. Af því að það er hægt að hafa tilgang í þjáningunni og það er hægt að, og sem ég tengi við, sko, gleði líka í þjáningunni, þetta er svo skrítið að segja. Já, þetta er frábært punktið, ég var að koma inn á þetta, það er hægt að getum orðað þannig að líða illa en samt blómstra á sama tíma. Já. Mér finnst það alveg magnað. Já. Þú veist, að hægt að þjást en samt finna við gleði á sama degi. Einmitt. Já, og þetta að þora að berskjalda sig og vera vulnerable. Ég trúi rosalega á svona styrkin í því að vera vulnerable eða sem sagt berskjaldaður og það tók mig náttúrulega bara, þú veist, öll mín fullorðinsára þóra þangað, líka sem listamaður og sem manneskja, þóra bara að segja við þig hvað mér finnst þig, skilur mig og það getur verið ógeðslega erfitt og að, þú veist, í sköpunarferli að þóra að segja, ég veit ekki hvað ég á að gera ég veit ekki hvernig þessi sýning á að verða ég veit bara, þú veist, einhver tilfinning sem ég langar í, en þú veist, reynum þú veist, bara kasta sig fram á hengiflugi þú veist, það er ógeðslega spennandi en það er mjög klikkað, en ég hef lært að það er brjálæðislega valdeflandi að þóra að berskjalda sig og þóra að segja mér líður svona, þú veist, ég er í fokki eða ég veit ekki hvað ég að gera eða bara Guð hjálpaði mér og allt þetta þú veist, það hefur verið svo mikið eitthvað svona krafa að vera í lagi en
í raun og veru ertu miklu sterkari ef þú þorir að viðurkenna og þú sést ekki lagi. Er það ekki? Jú. Og mér finnst við erum að verða betri í þessu. Samfélagið er miklu meira að tala núna með óþægilegu hlutina og þú ert ekki einhver lúser ef þú lentir í einhverjum áföllum sem þú talar Þú veist, nei, þetta er erfitt fyrir kynslóðan alveg fyrir ofan mig, þú veist bara því að það áttu bara helst ekki að tala neina veikleika. Nei. Á meðan að það er styrkleiki í því að tala veikleika. Og ég hef fundið það bara, maður þú veist, að reyna að læra af reynslunni að þegar ég á þessi moment sem eru svona ógeðslega berskjölduð, þá á sama tíma finnst mér ég aldrei vera sterkari. Skilurðu mig? Mér finnst það ótrúlega valdeflandi að viðurkenna veikleika sína. Við skulum ekki kalla það veikleika. Viðurkenna bara að manni líði illa, eða veit ekki hvað, þú veist, eitthvað. Algjörlega. Ég tengi svo grjótart við þetta, sko. Já. Ég mæli með að lesa bókinni Dare to Lead eftir Brené Brown, hefur svona átt að sig á berskjölduna, því að þetta er eitthvað sem eftir lasana breytt í lífinu minni. Ég hætti að fela. Ég kom bara, og eins og segja, ég sagði bara mínu skoðun, ég var bara ég sjálfur og ef mér leið bara illa og bara sagði ég mér leið illa og allt þetta, sko. Ég hætti þorða berskjöldum og bæði þá gaf mér að þann styrka yfirstíga það sem ég óttaðist eða eitthvað svoleiðis, en líka færði þeim bara sem ég næriður fólki. Og ég held að það sé mikið gullana, sko. Já, það tengi ekki. En sumir eru bara ekki færir það eða bara finnst það óhugsandi og maður verður bara að virða það. En já, það er mjög, minnst það eiginlega bara kikk að fara þangað og þú veist, þegar ég byrjaði að leikstýra þá ég alls ekki að fara þangað. Þá var ég bara skrifaði næstu allt fyrirfram og bara þetta verið svona að þú spurðir hvernig sýningu vildir gera. Ég vissi svona hvaða tilfinningu ég vildi í Úlfinum, en ég vissi ekkert hvaða sýningu ég vildi gera. Svo bara leitaði ég að henni. Þetta er ógeðslega challenging og erfitt en þú uppskerð betur fyrir vikið. Af því að það sem þú gerir líka er að þú hleypir öllum öðrum inn í sköpunarferli. Þú ætlar ekki að vera eitthvað svona alráður. Ég vunni með, þú veist, leikstjórum sem að halda þér þurfa að, þú veist, taka ábyrgð á öllu listaverkinu. Það er rosa miskilingur. Hitt er miklu meira kikk, sko, að gera það í samstarfi við annað listafólk og að vera í samtali við aðra, því að það er svo mikill ótti, það er svo mikill ego-ótti að halda þú þurfir að stýra allir, þótt þú sést stjórnandinn. Það er líka að tala að bestu stjórnandurnir í fyrirtækjum eru þeir sem að treysta undirmönnum sínum og eru þeir sem að í raun og veru eru ekki í management, skilur mig, þetta er alveg eins í listum, þú veist, það er alveg til leikstjóra sem eru bara í svona mikromanagement leikstjórn, bara, og trýta mann sem leikar eins og strengjabrúðu, það er náttúrulega bara alveg ekki gefandi staður að vera á, sko, að vinna í svoleiðis umhverfi, sko, alls ekki. Fæsti sem fungera vel þar, sko. Já. Hvaða ráð hefur þú fengið á þína sérfræðikunnáttu sem er það magna og vilt deila þig með okkur, eða það ömurlegt að þú þurfir að vara okkur við því? Já, það er eitt sem ég fekk mjög mikið fram til öllum aldri sem ég ætla að vara eitthvað við að það er maður þurfum að ákveða hvað maður ætla að gera þegar maður er stór, eða vera og að vera með fókus á einum stað. Ég fekk rosa mikið að heyra þetta, ég veit ekki hvort það er að því ég stelpa, ég held ekki, bara kennarnir og margir alltaf bara, þú veist, að því ég hafði alltaf svona ótrúlega mikla þörf fyrir heildarmyndina og svona sköpunarferlið og leikstýrið að skrifa og bara, þú veist, alltaf verið eitthvað fyrkt af við skrif líka alveg frá því að við lítið barna sem er ljóð og eitthvað svona og það var alltaf bara, en þú þarft að ákveða þig hvað ætlar að vera eins og það sé spurningum að þú getur ekki náða árangri nema að vera með fókusinu á einum stað þetta voru villandi skilabóð, ég var alveg með móra lifir þessu framættur öllu og ég er eiginlega nýfarin að afsaka það að bara ég er ekki bara leikari, sko, þú veist þannig að alls ekki að reyna að steypa fólki í eitthvað svona móta það eigi bara að vera með fókusinu á einum stað af því að, þú veist, ástríða er bara ótrúlega mikil gjöf og ef þú hefur ástríði í ólíkar áttir þá áttu alls ekki að líta á það sem galla fyrir hlutinu spurningunum var eitthvað já, magna Mér finnst það mjög góð já, hitt er bara þetta að stökkva fram að bergsbrúninni, sko þú veist, ég lærði það af öðrum leikstjóra Hörpu Arnardóttur sem ég vann með í bara fyrir nokkrum árum 5-7 árum sem leikstjóra sem að vann á svona ótrúlega skapandi hátt sem leikstjóri og tók ekki eitthvað svona yfirstjórn og öllu þótt að sannarlega var hún algjörlega leiðbeinandi að koma verkinu í höfn á okkur stað og bera ábyrgð á heildarmyndinni
en hún í raun og veru vann svona opið, þú veist, hleyptu öllum að borðinu, allir voru með í sköpunarferlinu og það hægt að yfirfæra þetta á allt í lífinu, sko. Að halda ekki þú að vera einhvern veginn, þetta bæði, þú veist, ekki vera með eitt fókus, en heldur ekki halda þú að vera einn í þessu. Þú veist, þetta í raun og veru bara að opna hjartastöðuna og hleypa öðrum inn og í samtalið. Þetta í raun og veru svona sama ráði, sko. Bæði það sem á að varast og það sem á að nota, að eiginlega bara vera opin. Það svo auðvelt að setja sig í einhvern kassa, þú veist, það svo auðvelt að fara í einhvern kassa og ég meina við erum í svo mörgum kössum hvort þið ef maður má ekki allavega sem listamaður fá að brjóta kassan og aðeins horfa í kringu sig og mynda kontakt við fólk og leyfa því að hafa áhrif á sig og í Úlfunum var ég til dæmis með Elínu Hansdóttur leikmyndahönnuð sem ég þekkti ekkert fyrir ferlið og Emilínu Torini sem ég þekkti ekkert fyrir ferlið og ótrúlega gefandi að opna augun sínu fyrir nýju samstarfsfólki. Þú veist, hér var bara í þetta ekkert, það var bara bankað upp og bara viltu vera með þú veist, þetta að stíga út úr þægindaramannum og við erum að gera þetta bara í einu og öllu, þú veist, að challengear okkur til að tengjast nýju fólki og einmitt fólki sem við lítum upp til og hefur haft áhrif á okkur sem að þetta fólk hafði allt gert fyrir, sko. Var bara fólk sem hafði á einhvern hátt haft áhrif á mig, hérna með bókinni sinni, Emilíana náttúrulega bara búin að vera í spilarunum mínum frá því að var úlingur og Elín með magnari myndlist sinni að umvefja sig fólki sem er klárari en maður sjálfur, sko. Halda ekki að þú þurfur að vera klárastur. Það er svona minnumáttukendin í manni að halda í talningum þegar þú ert við stjórnvölin að halda þú að vera sá klárasti nei, þetta gengur einmitt út á að þora að sækja klárara fólk borð, sko, í skipið og það þarf, er það ekki bara berskjöldin að þú þarft að biðja hjálp það er algjör berskjöldin, og það er bara sama, ég held að berskjöld sé sama hugrekki er eitthvað sem er hugrættlaust berskjöldin? Nei, ég held ekki, það er að fara út úr þægindarammann. Ég held það líka. Já. Það er að sprengja þetta og ég er algjör öryggisfíkill fram eftir allir æfi, sko. Já. Þannig að þú veist, ég er ekki að segja að þetta hafa bara komið, sko. Nei. Þetta kom bara með öllum þessum börnum og að þú veist, taka fókusina sjálfur mér og öllu þessu, sko. Þannig að maður getur verið alla æfin að finna út úr þessu. En það er rosalega gaman að finna að það hefur áhrif, þú veist, og finna bara að svona þegar hjörtu fara að slá í takt, sko. Það er náttúrulega ekkert meira gefandi, sko, í lífinu. Hvort sem það er í ástarsambandi eða í sköpunarferli. Þetta er allt mjög skylt, sko. Að tengist öðrum manneskjum. Fáttfaldir en það, held ég. Þessi er alltaf krefandi, en ég spyr á því. Ímyndaði þér að var ekki hægt að dæma þig og gæti sér frá einni skoðun sem gæti fólk sem óvinnsal öðrum. Já. Hver var þessu óvinnsal skoðun? Shit, þetta er svo háll ísmaður. Ég er kannski er þetta meðvirkni í mér, en það er hluti af þessu, að reyna að segja það góð í fólki. Já. Ég er svo lítið átaka með manneskja og ég, þú veist, í allir þessu MeToo og svona, ég reyni alltaf að sjá, sko, þú veist, allar hliðarnar á þessu. Ég er rosalega lítið fyrir, þú veist, eins og ég er mikill feminist og svona, þú veist, þá er ég lítið fyrir að, útiloka fólk. Þú veist, þannig að maður þorir alltaf að hætta sér inn á þetta umræðefni, en mér finnst við vera á svona svolítið villigötum í þessum málum akkurat núna. Þetta er auðvitað örþrifaráð af því að það er búið að einhvern veginn níðast á konum í aldana rás að núna á einhvern veginn bara útiloka fólk sem er, þú veist, að beita ofbeldi og svona, en ég, þú veist, ég trúi á samkennd og að, þú veist, að ég meina að það talaði að fólk í fangelsum, sérstaklega kallar í fangelsum, þú veist, þetta er allt bara brotnir menn, sko. Þú veist, ég veit ekki hvort þú séð þetta efni af sálfræðingar sem fara í hættulegustu fangelsi í Bandaríkjunum og það eru svona, farið í svona hring með öllum föngunum og hún stendur í miðjunni kona og segir stíð inn í hringinn ef að þið hafa einhvern tímann upplifað það að einhver hefur sagt eitthvað ljótt við ykkur, allir stíð inn í hringinn. Stíð inn í hringinn ef að þið hafa verið lamdir, allir stíð inn í hringinn. Stíð inn í hringinn ef að einhver hefur, þú veist, sagst hatt ykkur, þú veist, 89% stíðin í hringinn. Þú veist, þetta er bara svona mikill lærdómur í því að fólk sem verður vont eða, þú veist, brýtur af sér, gerir eitthvað hræðilegt. Þetta er manneskjur sem eru eitthvað tímann brotnar niður í æsku eða eitthvað stór lífsleginni og ég er ekki með eina lausn á þessu, en ég held einhvern veginn að útiloka fólk úr samfélaginu
útskúfa það, þú veist, við verðum einhvern veginn allavega þá að reyna að beita einhverjum aðferðum með að þau og þeir hafi líka rétt á að fá hjálp, hvort sem það eru fangar eða þessir meintu ofbeldismenn sem núna verið að útskúfa í umræðinu og svona. Þetta er óvinsælskoðun núna. Já. Ég myndi ekki þóra að segja þetta hvað sem er uppátt, sko. Nei, nákvæmlega. Skilurðu mig? Já, og sko kannski við þurfum kannski að fara að velta fyrir eitthvað spurningu hvenar og hvernig viljum við hleypa þá þessum mönnum aftur í samfélagið, sko. Já, þetta er mjög snúið. Mjög snúið, sko. Já. Og maður hefur ekki svörin, myndast það ekki bara við samræðum? Þurfum við ekki bara að ræða þetta? Jú. Þóra berskjald okkur, skilur? Jú, en það er svo mikil sársöki í umræðinu. Já, auðvitað, og ég held að umræðan sé að það var ekki klár í það, sko. Nei, ég meni, ég fór í ofbeldisvarnarhóp feministafélagsins þegar ég var 19 ára, var bara eitthvað svona ung og reið og bara, ég ætla bara að vinna fyrir konur í samfélaginu, því að maður er bara búin að vera, þú veist, maður hefur bara þann reynslu heim að maður hefur fundið bara, já, ok, þetta er aðeins meira helst vesen, bara kona, hvað rugl er þetta? Þannig að ég man alltaf, ég fór að fundi í hlaðvarpanum og það var þetta að velja svona ólíka hópa og ég fór í ofbeldisvarnarhópin og voru 2 strákar í hópnum og ég bara, geðvegt, ekkert smá mikilvægt að hafa þá með þetta. Heyrðu, þeir hrökkluðust út eftir fyrsta fund, sko, og þá var bara ákveðin hluti af konunum þarna sem vildi ekki sjá það þarna og ég var svo ung og vitlaus þarna, ég skildi þetta ekki, ég bara fannst þetta algjör vitlaus og ég hætti bara í feministafélaginu. En í dag skil ég þetta er bara, það er rosalegur sársauki í þessari umræðu. Þú veist, þegar þú hefur orðið fyrir ofbeldi og þeir hefur verið nauðga, ég meina, come on, auðvitað verður þetta aðeins meiri heift og auðvitað viltu breyta samfélaginu með meiri fucking látum og ofstæki eða hvað sem við maður kalla þetta og ég skil þetta allt saman. En ég er ekki viss að þetta sé vænlegt til árangurs. Ég held að við verðum einhvern veginn að reyna einmitt að hafa strákana með okkur í þessu samtali og að berjast á móti kynbundu ofbeldi, að hafa strákana líka í þeirri orðræðu, að það sé ekki bara orðræðu sem að við stelpurnar megum taka þátt í, skilurðu. En þetta er rosalega eldfimar skoðunni núna og maður finnur bara, þú veist, já, ég bara er ekki átaka með þið og ég þóla ekki ofstæki og ég þóla ekki sko þessi læti á internetinu, hvort sem það er í pólitík eða þessari MeToo umræðu eða meira sem núna í umræðunum Úkraínustríð þegar þú veist háværustu raddirnar eru bara komnar í haturs orðræðu, eru einhvern veginn að tala móti stríði en eru bara í haturs orðræðu sjálfur. Ég skil þetta ekki, minnst þetta bara myrkur og leiða af sér meira myrkur, skilur mig. En samt ber ég ógeðslega miklu virðingu fyrir, þú veist, fólki sem að breytir samfélagi með látum og stundu þar læti, ég veit það alveg. Það er engin einföld lausn á þessu. En ég held einhvern veginn að við séum að smá skrýttum stað með þessari útskúfun. Ég er svolítið hrædd við hana. Tengist kannski einhver leiti allt eða ekkert sem við ræddum síðast. Slutin eru meiri gráur heldur en svartur og hvítir. Já. Og við viljum sem mannfólk viljum setja þetta í allt eða ekkert. Já, en þetta er svona einhver fórnarkostnaður sem við erum í núna. Nú á bara að breyta menningunni og vonandi gerist það, vonandi, þú veist, þá er búið að fórna einhverju en vonandi breytist menningin mín, ég trú ekki þar en að kallmenn sérstaklega hugsi sér betur í dag, þú veist, þegar á að fara með einhverju stelpu í heitan pott eða fara eitthvað þrísom með einhverju ungri píu sem er kærasta vinna, þú veist, ég trú ekki að fólk hugsi sér þess betur þetta hlýtur að hreyfa við menningunni sem er sannarlega búin að vera óheilbrið og halla á annað kynið. Það er engum blöðum það að fletta, sko. Algjörlega. Og þess vegna er gott að eiga þessi samræður og hvernig sársaukafull umræða, sko. Mjög erfið. Og polarisir og allt þetta, og triggerandi og bara, og maður fer og alveg bara að hinga. Já, alls konar, sko. En við erum bara búin að vera, finnst mér, lifa mjög erfiða tíma, sko. Ég veit ekki hvort að ég er á eitthvað erfiðari staði eða orðin viðkvæmari eftir því sem ég eldist eða undir meira álagi en mér finnst svona bæði heimsfaraldurinn og MeToo og það er svona mikil polarisering í umræðinni, mikil ofstæki, mikil heift, þú veist, bara erfið orka, mjög erfið orka og einhvern veginn til að verja sjálfa sig ákveðum maður að svona aðeins fría sig, að þú veist, taka ekki alveg þátt í þessu, ég horfi ekki á alla fréttatíma núna af stríðin þótt ég ætti að gera að því ég bara get ekki sofnað eftir það, skilur við, svo þarf maður einhvern veginn að finna sín mörk með þetta að því að svo hef ég líka óslega mikla skoðanir á þessu öllu og er svona fréttafíkin og elska að vera inn í umræðinu og geta, þú veist, tekið þátt í henni en það verður hver náttúrulega bara að
finna sína leið, en ég held að svona hatursfull orðræða, hvort sem það sé gagnvart því að breyta hlutum og þú sett mér rosalega réttláta reiði að þegar þessu búið að brjóta þér, þú veist, svona hatur leiðir aldrei reitt gott af sér. Og þarna fá ákveðnar týpur að grassera á netinu sem að eru svona í einhverju skjóli, fá útrás fyrir sína gremju, þú veist, þetta, ég trú ekki að þið líði betur að því. Ég held að þetta verður rosalega slæma áhrif á þig sem manneskju að vera að spúa svona miklu hatri. Þótt að sé frá einhverjum stað sem að þú til að vera réttláta reiði eða þú hafi verið misrétti beittur eða eitthvað svoleiðis, sko. Algjörlega. Líka með þessa tækni, þetta gerur okkur svo fjær hverju öðru, sko. Það er auðvelt, þú veist, ég geti skrifað eitthvað munum vesp, þú veist, á netinu. Þú veist, ég myndi aldrei segja sér svo, það verður bara fallegi hlutur, en þú veist, ég myndi aldrei segja að það væri eitthvað slæmt sem ég andlega Þetta allt hluti af þessar skrýtnu tæknibyltingu sem átt að færa okkur svo mikið frelsi en hefur einhvern veginn gert okkur á þrælum, sko. Við þurfum eitthvað að beislana. Já. Síðan spurning, ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annarra einsleika, hver væri svo skilaboð? Sýna kærleika. Vera góður við aðra. Það gefur svo margfald til baka. Og það er hluti af öllu sem ég er að tala að dæmi ekki og umburðarlyndi og að þora að vera berskjaldaður. Þetta er allt svona svolítið tengt, sko. Og og það kannski kendi mér svolítið þetta verkefni í Úlfurinn, þú veist, það var svona það var af ýmsum ástæðum þá svona kendi það mér að opna rosalega mikið svona einhverja svona kærleiksorkum. Ég veit ekki alveg af hverju, það er kannski líka út á heims ástandinu sem við sköpum verkið inn í, það er allir svolítið viðkvæmari, fólk er tilbúnar að berskjalda sig í svoleiðis umhverfi, leita ráða, leita hjálpar, tengjast öðrum, ég veit ekki hvað það er, en ég held að það sé í grunninn bara að, og ég tala ekki á þessum síðust og vestu þegar ástandið er eins og það er í Evrópu, að bara kærleikurinn sigrar allt. Og að það er auðvelt að segja þetta, en maður þarf að rækta þetta með sjálfu sér og maður gerir það bara með góðum samskiptum og reyna að dæma ekki þegar öðru fólki líður illa, þú veist, að reyna að bara spúa út ást og kærleika. Guð mig góður, hvað ég væmin, Jesús. Já, ég veit ekki. Ég er svo miðaldra, þá verður maður svona væmin, sko. Já. Jesús, ég er alltaf grænjandi, ég grænja allan daginn, sko. En það sem þú talar um í einhverju fréttum að vera viðkvæmari? Já, miklu viðkvæmari. Já, og það er alveg gott sem leikari, en það er líka erfitt sem manneskja. Maður er alltaf eins og undir tuska, bara vera vælandi yfir öllu, bara þú veist, það kemur lag í útvarpinu en það er kannski líka þetta, maður er aðeins búin að opna hjartastöðuna meira og hleypa sér inn í þessa tengingu við aðra, sprengja hans þægindara mann og hætta að dæma og það er þetta er kannski bara meðaldra krísan mín, sko. Þú veist, en segjum mál dæmi hvort sé krísa, eða ekki? Nei, einmitt. En kannski sama sem krísa? Nei, þetta er klárlega líka einhver vakning. Þetta er einhver vakning. Þannig að, bara reyna að sjá ljósið, en ekki myrkrið. Þegar þú hefur alltaf valið, sko. Eins og við vorum að tala um. Ég ætlum saman ekki. Algjörlega. Ég ætlum sem bara honum þokkalega, unnur bara yndislegt að fá að hlusta á því. Já, bara yndislegt að koma. Já, bara læriði mikið og bara gaman að tjögla með pælingum og kynnast listinni. Við erum eiginlega svona í mjög svipuðum vettfangi, sko. Við erum það. Þú ert náttúrulega bara að vinna með mannlegt eðli og sköpun líka, sko. Og ég með sálfræðina alla daga, sko. Þannig að við erum meira sameiginlegt en við kannski áttum okkur. Já, nákvæmlega. Nú erum við bara orðnir vinir. Já, er það ekki? Takk ég lega fyrir. Já, takk fyrir að fá. Bara gangið var ótrúlega vel. Það er svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið fyrir betri stað. Er þetta eitthvað sem